Það Samsung Mobile á Íslandi sem færir þér spursmál. Veldu frelsi með Samsung. Komið þið sæl og velkomin í spursmál. Síðasta þáttur í jól, sem að þó ekki síðasti þáttur ársins því að við verðum hér líka milli jól og nýjárs og ætlum þá að spá í spilin og komandi ár 2024. Síðar í þessum þætti fáum við til okkar tvo góða gesti, þá Gunnar Smára Egilsson sem talsmaður Sósíalistaflokks Íslands og Sigmar Vilhjálmsson sem formaður atvinnufélagsins. Þeir ætla að takast á vinnumarkaðinn og kjarasamningana framundan. Áður en að því kemur, þá ætlum við að fara aðeins yfir fréttir vikunnar eða eigum við kannski að byrja á frétt síðustu viku sem að fjallar stærstu frétt þessara viku. Ég veit það. Það verður eldgos í næstu viku. Já. Reykjanesi, þessi gos á Reykjanesi, þau hafa öll verið eins. Við erum trommuð upp, Þorvaldur Þykki trommar upp þjóðina alveg og segir okkur eitthvað sem fara að gjósa og það fara allir upp á tærnar. Svo gerist það ekki, svo leiðum við erum farin að líta upp bakinn og slaka á, þá kemur það og það kemur í næstu viku. Það verður jólagos. Jólagos. Já. Ég er að segja að ég ber ekki minna traust til þinnar spár og þar af Já, svo mörg voru þau orð. Ég er ekki viss að margir hefði tekið mark á þessum spádómi Dóra, en á mánudagskvöldi síðasta þá kom í ljós að hann reyndist vera Nostradamus okkar Íslendinga. Stórt gos hófst með miklum látum rétt norðan Grindavíkur og fréttirnar voru ískyggilegar til að byrja með. En sem betur fer þá dró hratt úr krafti gossins og það er nú þegar slokknað. Við fáum einmitt hér seinna í þáttinn til okkar Þorvald Þórðarson sem að nefndur var í þessu innslagi og hann ætlar að ræða gosið og fleiri fréttir vikunnar. En það voru fleiri fréttir sem að sprungu framan í andlita á okkur í vikunni. Einn þeirra snerið að sendiherrakapli sem að nú er í bígerð innan utanríkisþjónustunnar. Þar var tilkynnt að Bjarni Benediktsson utanríkisráðherra hefði skipað á nýju ári 2 trúnaðarmenn sína í valdamikla stöður innan kerfisins, þau Guðmund Árnason, fráfarandi ráðuneytisstjóra fjármálaráðuneytisins sem að fer til Rómar og Svanhildi Hólm Valsdóttur, framkvæmdastjóra viðskiptaráðs og fyrrum aðstoðarmann Bjarna sem að fer til Washington á nýju ári. Margir töldu þetta til merkis spilling og að þarna væri verið að hygla fólki á kostnað annarra. En þar gleymist í umræðunni að þetta kerfi sem við búum við í utanríkisþjónustunni er talsvert á aðra lund heldur en víða annar staðar. Við erum annars vegar með hóp sendiherra sem að starfa allan sem feril þar og fáir þekkja og hins vegar hóp sem að kemur úr annarri opinberri þjónustu eða pólitíkinni. Og úr þeim hópi hafa komið margir öflugir menn sem að sinnt hafa hagsmunum Íslands á erlendri grund. Geir H. Haarde er eitt dæmi það sem að einmitt sat í Washington. En svo má nefna fleiri menn, til dæmis Ingimund Sigfússon sem oft var kenndur við Heklu. Hann var óvænt skipaður sendiherra í Þýskaland á sínum tíma og er talinn eitt farsælasti sendiherra sem að við höfum átt á síðari tímum. Ég er alveg viss það að Svanhildur Hólm og Guðmundur eiga eftir að standa sig vel í sínum störfum en það mun koma í ljós þegar þau taka við þeim verkefnum á nýju ári. En fleiri fréttir. Hagstofan birti tölur yfir verðbólguna í desember. Hún reyndist minni heldur en menn bjuggust við. En það má þó ekki gleyma því að verðlag heldur áfram að hækkaði 0,41% í yfirstandandi mánuði og ræður þar húsnæðismarkaðurinn sem fyrr miklu það hvernig málin þróast. Það verður að gjalda varhug við því þegar að menn hrósa happi yfir lækkun verðbólgunar eða þá að hún sé svona aðeins farin að rofa til í henni vegna þess að við höfum oft séð það á síðustu misserum að þegar að góðar mælingar koma fram að þá reynist mánuðurinn á eftir frekar slæmur. Þetta munum við örugglega sjá birtast til dæmis í málum sem við vorum að tala í Morgunblaðinu í morgun gjaldskrárhækkanir hjá skipafélögum, stjórnvöld hækkaðu þetta á okkur álögur í bensíni, tóbaki, áfengi og öðru slíku áramót og þetta eru allt stærðir sem að rata síðan inn í vísitöluna hjá okkur. En þessar tölur frá Hagstofunni gefa þó vonandi gott fyrirheit og það gerði líka yfirlýsing Sólveigar Önnu Jónsdóttur sem var hér gestur hjá mér fyrir 2 vikum síðan. Hún nokkuð óvænt boðar sátt á vinnumarkaði og að menn ætli sér að semja í anda lífskjarasamningana frá 2019. 93% félagsmanna ASÍ standað breiðfylkingum þetta mál, ekki aðeins Efling og VR sem að langt skeið hafa staðið saman, heldur líka Starfsgreinasambandið. Það gefur okkur ástæðu til að ætla að það sé eitthvað að rofa til í samskiptum Sólveigar Önnu og Vilhjálms Birgissonar, en það hefur ekki verið mjög gott sambandið á því heimilinu síðustu mánuði. Ein önnur frétt sem hefur komið við kaunin á okkur flestum, það eru flensufréttirnar. Óvenju margir hafa lagst í bælið á síðustu vikum og í aðdraganda jólaháttíðarinnar. Þar má ekki aðeins kenna COVID heldur
annars konar flensum, ælupest og öðru slíku. Sóttvarnalæknir segir að forvarnar bólusetningar eða fyrirbyggjandi bólusetningar séu ekki eins margar nú og fólk séu orðið værukærara heldur en á sama tíma í fyrra. Vonandi það bara til marks það að þjóðin hafi lagt COVID að baki, þó að það megi gera ráð fyrir því að einhverju marki að ónæmiskerfi fólks sé enn dálítið laskað eftir að hafa verið sett í einangrun af stjórnvöldum svo mánuðum skipti. Við skulum vona að fólk nái heilsu fyrir jólin og þetta enda ekki hjá okkur eins og gríl og leppalúða árið þegar þau lögðust í bælið og dóu. En núna ætlum við að fara í fréttir vikunar. Þar koma Þorvaldur Þórðarsson, eins og ég nefndi, jarðfræðingur og eldfjalla spekúlant og Svanhildur Hólm Valsdóttir sem að verður sendiherra Íslands í Washington á 9 ári. Herragarðurinn klæðir þig vel. Nóa Comfort. Gott að gefa, himneskt að þiggja. Jólagjafa hugmyndir veiðifólksins og vinsælu netgjafabréfin í stærstu veiðibúð landsins. Opið núna. Veiðihornið.is. Lífið snýst auðvitað fólkið sem er í því. Bara fyrst og fremst að vera til, anda og bara gefa af sér til samfélagsins. Ísland er paradís á ótrúlega marga mælikvarða þótt að megi auðvitað bæta fullt. Við berum öll ábyrgð á því að enginn líði skort. Það sem við höfum milli handana hefur auðvitað áhrif á það hvernig við drögum fram lífið. Og stærsta kjarabótin fyrir mitt heimili núna væri vaxtalækkun. Lækkunum bara 1% stig. Það væri strax hellingur. Við erum öll í sama liði. Við erum samtaka aukna hagsæld. Komiði sæl aftur. Við erum hér komin á vettvang dagsins með 2 góða gesti. Það eru Svanhildur Hólm Valsdóttir, sendiherraefni okkar Íslendinga í Washington í Bandaríkjunum og Þorvaldur Þórðarsson sem er prófessor í eldfjallafræði við Háskóla Íslands. Það er full ástæða til að kalla þau bæði hér í settið. Komiði sæl. Góðan daginn. Byrja á því að óska þér til hamingju með nýja verkefnið framundan, Svanhildur. Þú ert eins og búin að segja mér að þú getur lítið tjáð þig þessa stöðu sem stendur. Já, það er ekki allast til þess að fólki í þessari stöðu sé mikið að tjá þetta vegna þess að þetta er ekki einkamál sendiríkisins. Þetta er háð samþykki gistiríkisins og þangað til það er komið þá er ekkert orðið formálegt. Já, Þorvaldur hins vegar, þú býrð hálft árið á Hawaii. Það er eitt af ríkjum Bandaríkjanna. Hvernig líst þér á þessa skipun? Það er kannski ekki alveg hálft árið en ein góðan tíma, ég eði góðan tíma á Hawaii. Já. Því að eiginkonan hún býr þar. Já. Geturðu bara verið á eldfjallaeyjum? Nei, ég hef nú búið á, skal ég segja, mjög gömlu bergi sem hefur ekki gert mikið í svona cirka 2500 miljón ár. Já. Hvar var það? Það var í Ástralíu, þar sem landslagið var eldra heldur en Ísland. Elsta berg í heimi bara? Þar er Grænland og Ástralía, það hafa þessar gömlu berg skildi. Já. Sem að við getum rakið aldur aftur til svona 4.100–200 miljón ár aftur í tíma. Sko. Það er áttið tími. Það spanna næstu því alla sögujarðar. Vantar svona 10% upp á. Þetta er merkilegt. En við ætlum að ræða eldgosið mitt hér að því að það er án efa stærsta frétt vikunar þegar það byrjaði að gjósa norðan Grindavíkur á mánudagskvöldið. Föstudaginn á undan var ég hér með Dóra DNA í settinu ásamt öðrum góðum gesti og hann spáði fyrir gosið og mér finnst hann dálítið hafa skilið ykkur eldfjallafræðingarna eftir í öskunni eða ryggmekkinum. Við vorum alltaf með puttan á þessu. Er það? Já. Við vorum búin að taka eftir því að landrisið var komið í sömu hæð og það var fyrir 10. nóvember. Og við gátum alltaf ekkert verið viss það kemi eldgos en það var þetta fyrstu teiknin það að við erum komin á þann stað með spennun og allt saman að atburður getur fara að gerast. Hvort sem það verður þá skjálftahrina eða eldgos, hvort vekja, skjálftahrina og eldgos og gerðist mjög rætt. Já. Margir fréttu fyrst að þessu auðvitað inn á vefmiðlunum, aðrir voru að horfa á silfrið og fengu þá tíðindin að þetta væru smá tíðindi eins og það var orðað þar. Svanhildur, hvar varst þú þegar að þú fréttir að þessum atburðum? Ég var einmitt í sófanum að horfa á silfrið og sá þessi episka augnablik þegar að
Bergsteinn segir við Orra Pál, fyrir ekki að ég var ekki að hlusta þig. Það komið gos. Og manni bráðu þetta, þú veist, þó að þetta sé 4. gosið á 3 árum það ekki, að þá þetta samt sem var alltaf stór tíðindi og þetta var, sko, þarna fyrstu klukkutímana, þá var þetta svo mikið og stórt og öflugt að auðvitað, þú veist, að það sem ég hef ekki hundsvit á eldgosum, þú veist, auðvitað við sessjónautin minn, að þá náttúrulega bara horfum maður og maður hugsa bara hvað er að fara að gerast hérna? Þú veist, við erum að sjá miklu stærra gos heldur en hefur komið síðustu 3 árin, þú veist, erum við að fara að horfa á langt gos, þú veist, getur þetta farið við byggð og svo náttúrulega, sko, voru kannski fyrstu frétti þannig að við kannski þurfum aðeins að læra af því, þú veist, það er eðlilegt, ég meina viðbrögðum voru eiginlega, sko, fyrstu viðbrögð, þetta er ekki gott og getur haft miklar afleiðingar og þær fréttir auðvitað, sko, þú veist, við skiljum þær á ákveðin hátt en svo þegar þetta fer út í heiminn, að þá var einhvern veginn eins og sko erlendir fjölmiðlar kannski upplifðu þetta svolítið eins og við værum bara að leggjast í eyði hérna og það væri, þú veist, áhyggjur af gasmengun í Reykjavík og flugvellinum og svo framvegis en strax þegar það hafi verið þriðjudagskvöldi þá fór utanríkisráðherra í langt viðtal á Sky News þar sem að hann svona reyndi aðeins að leiðrétta þetta og mér finnst þess að það hafi tekist ágætlega eftir það. Ég skil þessi viðbrögð fyrstu, þú veist, þetta var ekki á góðum stað. Þú lýsti því strax yfir að þetta liti mjög illa út, ef maður rétt. Já, það var náttúrulega, sko, fyrstu upplýsingur sem við fengum að þá var að gossprunga væri vestan í Hagafelli. Og það var þess sem ég taldi þetta væri á vestastað. En hún reyndist þér á öðrum stað. Svo komu betur upplýsingar staðsetninguna og þá breyttist það náttúrulega í samræmi við það, en það er samt sem áður ekki á sérstaklega góðum stað, vegna þess að það er byggð. Já, þetta er bara rétt austan við Svartsengi, Bláalónið og ef að hraunið hefði haldið áfram að flæða með þeim hraða sem var að flæða í upphafi, þá hefði það getað farið og ógnað þessum innviðum og jafnvel ógnað Grindavík. Hvað er þetta mikið magn? Þið talið einhverja rúmmetra og engin skilur neitt af því að fólk notast aldrei við þessar mæleiningar. Getur við sett þetta í eitthvað samhengi? Já, við getum sko, ef við hugsum til fyrri gosa, þá vorum við alltaf að tala framleiðni upp á svona einhverja fá eina rúmmetra á sekundu, upp í kannski nokkra tugi rúmmetra á sekundu, mest held í 40 rúmmetra á sekundu. Þannig upphafið þessa gos var framleiðin 300 rúmmetra á sekundu pluss, það er hugsanlega aðeins meira en það jafnvel. En býtu, það er bara magn sem að fyllir Laugardalslaugina á sekundu? Á sekundu. Það er sama magn og situr í Laugardalslauginni. Á sekundu? Já, það kemur ein Laugardalslaug út á sekundu. Nú hefur þú samt verið inn í stjórnkerfinu lengi, þetta lengst í fjármálaráðuneytinu komið að svona þessum stóru atburðum. Maður veltir dálítið fyrir sér því sem að gerist þarna í tengslum við þetta gos sem að kemur einhvern veginn óforvarendis og þetta er á sama tíma og menn eru farnir að tala mjög opinskátt það að það er bara að hleypa íbúunum heim til Grindavíkur. Erum við með puttan á púlsinum? Ég held að sko, ég held að séu allir nokkuð sammála það að þetta gos hafi komið óvænt. Það var lítill aðdragandi að því. Og Þorvaldur sé í raun og veru miklu betri til þess að svara því bara sko hvernig fólk er með puttan á pólsinum í þessum aðstæðum. En mér finnst ég held að allan að frá mínum bæjardýrum síðan sem maður hefur horft á þetta, fólk hefur verið að reyna að gæta varúðar. Það er mikið undir hérna. Ég skil mjög vel þau sjónarmið að sko fullari fólk megi taka ábyrgð á sjálfu sér og taka áhættu og ég veit að þau sjónarmið eru mjög ofarlega hjá mörgu fólki. En þetta er eitthvað hagsmunamat. Maður getur rétt hugsað sér sko ef bærinn hefði verið fullur af fólki á þessum tímapunkti og gosið hefði orðið nálægt bænum, það hefði sko gengið illa að rýma, þú veist, á hvern hefði þá verið bent. Þetta er bara erfitt. Það er erfitt að vera í ábyrgðarstöðu þegar þú þarft að eiga við hluti eins og náttúruhamfarir sem eru nánast óútreiknanlegar. Þú veist, við getum reynt að reikna hluti út. Við erum með gott fólk sko, við erum með góða fræðimenn sem eru að fylgjast með en ég held að það hafi nú verið þú var það ekki sem sagðir að þetta gos til dæmis og þessi kvika hegðaði sér ekki neitt eðlilega, þú veist, hún leitaði annað, hún hefði farið inn í eitthvað kvikuhól til þess að verða eða eitthvað kvikugang til þess að svona létta sig kvikugeymslu, sko. Já, til þess að létta sig og koma síðan upp og þetta væri allt saman eitthvað svona
hálf óeðlilegt, þannig að ég held að það sé eiginlega öllum vorkunum með það að hafi ekki verið nákvæmlega með þá á hreinu hvað var að gerast á þessum tímapunkti. Hefðu þið rýmt? Kannski ekki óeðlilegt það sem var að gerast, heldur það sem var öðruvísi heldur en var í faraldarsfjalli. Óvenjulegt, já. En hefðu þið byrjað að rýma Grindavík áður en gosið hófst ef að þessi atburðarás hefði hafist þegar að fólk var komið inn í bæinn? Hefðu menn gert það einhverjum klukkutímum áður eða hefði rýmingin hafist í raun bara þegar þetta komið på yfirborðið? Ég hugsa að menn hefðu, ef það hefði verið fólk komið inn í bæinn þá hefði náttúrulega, og eldgosið byrjað eins og það byrjaði, þá hugsa að menn hefðu nú rýmt bæinn. En hefðu menn byrjað að rýma áður en gosið hófst, var slíkur fyrirvari eins og í þessum óróapúlsi eða þessar skjálftarhinu? Sko, það er kannski erfitt að segja til um það, en það sem sko, við erum með sko, svona langtíma hættumat og svona, hvað ég segja, svona hálfgert meðalega miðbyggs hættumat og svo skammtíma hættumat. Og þegar við erum að horfa á þetta, þegar að langtíma hættumat, þá erum við bara að horfa á hvað er líklegast að geta gosið og við veitum ekki nákvæmlega hvað það verður, en við höfum svona hugmyndir staði sem eru miklu líklegri til þess að gjósa heldur en aðrir. Og síðan ef við förum í svona, þetta miðbyggsmatið og að þá erum við að horfa á kannski landrisið, hvernig það er að haga sér. Og eins og gerðist þarna þegar að landrisið er komið, sem ná ákveðinu toppu er farið að svona hægja á sér, að þá má maður búast við því að það gerist eitthvað. En hvað þýðir þessi staða núna? Núna þegar búið að létta kerfinu, munu Grindvíkingar fá að fara heim til sín? Manni finnst einhvern veginn eins og að þetta sé í algjöru limbói. Ég held að það sé það sem er í umræðinni dálítið hjá okkur. En þetta rís undir Svartsengi núna? Já, það er sem sagt landið byrjar rís aftur, þannig að við getum búist ef það heldur áfram og líklegast þegar fyrir að nálgast svipaða hæð og það var fyrir þennan atburð á mánudaginn. Og það er sama hæð og það hafði náð líka fyrir 10. nóvember. Þannig að það er svona ákveðin rytmi í þessu, upp og niður, upp og niður. Þegar við náum því, þá má búast við eitthvað að fara að gerast. Við veitum ekki nákvæmlega hver gosið verður og hvenær það verður. En þá getum við líka farið að fylgjast náið og kannski rýnt meira á skjálfta. Er óhætt að fylgja fólki þá heim, eða flytja fólkið heim og fylgjast með þessu út frá þessum hæðarmælingum? Ja, sko, nú kemur að þeim þætti, það er ekki okkar vísindamanna að segja það. Nei. En hvað finnst þér? Við eigum að veita upplýsingar og veita lögreglustjóranum þá á Suðurnesjum sem er ákvarðana aðilinn í þessu máli. Allar þær upplýsingar sem við getum veitt honum og setjum þær sviðsmyndir sem við teljum líklegastar og jafnvel mögulegar og síðan getur hann þá tekið upplýsta ákvörðun. En finnst þér óhætt að fólk færi heim, væri raunhæft að fólk færi og héldi jólin heima í Grindavík? Sjálfuðu sér það, sko, ef við hugsaum bara tilbaka til Kröflu. Krafla gerði svipað hluti, var með landris og svo datta niður og kom aftur og kom eldgos og eldgos sem voru rétt fyrir ofan byggðinni í Reykjahlíð. Reykjahlíð var ekki rýmd. Nei. Ég ætla bara að láta það sitja þar. Já. Ég ólst nú upp í álíka fjarlægð frá Kröflu eins og Reykjavík frá þessum eldsumbrotum. Þannig ég man einmitt eftir þessu, það var bara komið reglulega gos, það var eiginlega ekki einu svona fréttnæmt. Og þú veist, þetta var svona sport að fá að fara upp á hrauninu og finna það, þú veist, það var heitt og taka kannski með sér svona hraunhellur þá til þess að raða í kringum blómabið. Það var mjög algengt á þessum tíma að blómabið voru afmörkuð með svona hraunhellum. Og Nú bannað að taka það. Já, ég er einmitt með sko, bréf frá heiðarlegasta ferðamanninum. Þetta bréf barst okkur á skrifstofu viðskiptaráðs í gær frá Bandaríkjunum. Og í því stendur I'm sorry, I did not know I shouldn't take the rocks. Love, Kim. Og svona broskall og steinn. Já. Hann er að skila íslensku bergi? Já, hann eða hún, ég veit ekki hvort þetta er. Þetta er sennilega hún. Já, og þetta er sko... Þetta er íslensk basalt. Þetta er greinlega tekið úr gamla staflanum sem er annarkvort á Austfjörðum eða Vestfjörðum. Nú, þetta er ekki Við getum fengið smá upplýsingu hver ferðamaðurinn var. Þetta er ekki nýja hraunið? Nei, þetta er ekki nýja hraunið. En má ekki taka með sig gamalt berg, eða er það bannað? Nei, ekki svona, þetta er alveg vel til að ég held ég. Það er nóg til? En það er svona, menn hafa verið með auga á þessu sem hafa verið að tína geislasteina og þess áttar og selja og keyra í burtu með fulla bíla af grjóti.
En hvernig eins og með nýjasta hraun í heimi, nýjasta land í heimi sem hefur núna orðið til í Grindavík, má fólk grípa það með sér? Maður hefur eitthvað þessu steinu séð bara til sölu, búið að skera þetta til í verslunum í Reykjavík? Já, ég veit nú ekki nákvæmlega hvernig reglugerðin hvað það var það, sko. Ég hugsa að setja enginn út af það þó eitthvað takir með sér lítið móla, sko. Ef þetta hefur framleitt heila laugardagslaug á sekúndu þarna í einhverju klukkutíma, þá getum við lengi gengið á þennan. Men ef þetta takir upp á, sko, jörðin þetta liggur hérna, menn myndur nú ekkert svona horfa neitt alvarlega í það, en ef þú fer með stóra sleggju og byrjar að brjóta, kannski... Þú fer í efnisnám, þú þarftu sannlega einhverja heimild til þess. Þetta er heiðarlegasti ferðamaðurinn. Já, heiðarlega nagaður af samviskubiti. Þetta er svona líka á Hawaii. Það er sem sagt, að þar er hérna mælt með því að takir ekki sýni eða grjótsýni af hraununum á kílóvega, en þess að þá verður pele fúl. Já. Og getur hérna steitt skapið sín á þér, sko. Það er forlega trúin. Já, og pele er þeirra góðskiðja. Já. Og það er kannski gaman að nefna það að hún þetta er ekki bara Guð, hún er líka hluta fjölskyldu. Það er fólki sem býr á kílóvega, á hlíðum kílóvega eldfjallsins. Það lítur á pele sem, sko, bara gamla frængu. Já. Og svo þegar það gýsa, þá er hún bara í vondu skapi. Það þýðir ekkert að vera ræða, hún er bara í vondu skapi. Það faraði bara með gínflöskuna og smá mat og setja það út. Þetta ætti fólk að gera við heklu, ræddu. Já, og það merkist að við að gínið er alltaf búið. Heyrðu, en að öðrum fréttum, ég fekk nú hér í setti fyrir 2 vikur Sólveigu Önnu Jónsdóttur, formann Eflingar, og mér ást nú dátti annar tónn í henni en oft áður, svona meiri sáttatónn. Svo stígur hún núna fram í vikunni og hún bara lýsir því yfir að þau ætla að ná samningum áður en að núverandi samningar renna út. Það verði lögð áherslu á að lækka vexti og verðbólgu. Sem gömul fjármálaráðuneytiskona og núna í viðskiptaráði, þið eigið þetta ekki aðild að samningunum, en bráðir ekki brún? Nei, ég vil nú segja svo, mér finnst þetta nú bara ánægilegu tónn og þetta hefur verið svona að mestu finnst mér í haust. Finnst mér að tónnin hafa verið allur annar heldur en að var til dæmis í síðustu lotu. Og þetta komið fréttir í vikunni af því að það væri komið eitthvað nýtt bandalega eða nýtt samflót, en þetta er eiginlega alveg það sama eins og hefur verið. Þannig að sko ég held að fólk þurfa ekki að óttast það að það hafi verið eitthvað meira áttur uppbrot í vikunni í þessum málum. Og það sem ég finnst eins og það hafi einfallega tekist og það sé bara samhljómur það á milli verkalýðshreyfingarinnar og vinnuveitenda eða viðsemjenda verkalýðshreyfingarinnar að þetta sé stóra verkefnið. Það séu efnahagsmálin. Það sé að sko ná tökum á efnahagsástandinu, ná niður verðbólgunni, ná niður vöxtunum, í því munu kjarabætunar felast. En eitt er að segja það. Sólveig Anna sagði líka hérna í þættinum að 48,2% launahækkanir frá 2019 væru hóflegar hækkanir. Erum við ekki bara í dálítið annarri vídd hvað umræðuna varðar? Sko, hvað fólki finnst hóflegt, það getur augljóslega verið teygjanlegt, en miðað við það hvernig þau eru að nálgast þetta, þá held ég að þau séu að nálgast þetta bara út frá tölum og út frá sviðsmyndum. Og sviðsmyndir segja okkur það að sko launahækkanir sem að fara í keppni við núverandi verðbólgutölur munu ekki skila okkur neinum ávinningi. Og þau sjá það alveg jafn vel eins og atvinnurekendarliðin. Þannig að ég ætla að leyfa mér að vera bjartsýn. Óróapúlsinn hefur gengið niður á vinnumarkaði, myndu einhverju segja, Þorvaldur, hvernig metur þú þetta? Þú hefur nú fylgst með kjaradeilu bæði úr fjarlægð og síðan hér heima? Jú, ég held þetta sé bara ánægilega fréttir og það er náttúrulega kannski mikilvægast í sig að fólk er tilbúið að setjast niður og tala saman. Og það er náttúrulega skref nummer 1 í svona málum og síðan reynum við að finna náttúrulega eitthvað grundvöld sem allir eru sáttu við. Og ég held að þetta sé bara mjög jákvæmt eins og komið það fram náttúrulega við náum verðbólgunni, það er mikil kjarabót. Ég bæði sem hérna unglingur og ungu maður lifið á tíma þar sem þegar verðbólgan var 30 eða 40% og maður sem sagt fekk einhverja launahækkun og svo labbaði maður út í búð og hún var bara farin sko klukkustundu seinna. Ég hef stundum sagt frá því sko ég man eftir því og þú veist, hugsa bara þegar ég er 8 ára á þessum tíma, þetta er 1983 og mamma og pabbi ákveða að fara með fjölskylduna til útlanda og þau panta ferð í mars
þau gátu ekki greitt hana þá vegna þess að sko, verðbólgan var náttúrulega þannig að það var ekki tilbúin að festa neitt. Þannig að það var ekki hægt að greiða hana fyrir bara skömmu áður við fórum og þá hafði ferðin hækkað 30%. Já. Og þú veist, og þetta er bara þetta er svona hlutir sem að mann þó maður sé bara 8 ára af því að þetta var svo fáránlegt ástand og það vill auðvitað enginn fara inn í þetta aftur. Ég velti fyrir mér, við erum með myndir hér fyrir aftan okkur frá Kristni Magnúsinni, ljósmyndari hjá Morgunblaðinu og ótrúlega sjónarspil frá þessum atburðum fyrir vikunni. Getur verið þess að jarðhræringar séu að hafa dempandi áhrif á samfélagið heild við og það verið ekkert frést til flugumferðarstjórana eftir að þetta hósta mánudaginn? Getur verið að þetta eigi við samfélagið í heilsinni, að við verðum einhvern veginn auðmýkri gagnvart hverju öðru og svona samfélagslegum verkefnum þegar náttúran lætur á sig kræla? Ég held að það sé alveg möguleiki, sko, svo náttúrulega líka maður horfir á bæði svona myndir og eins líka bara gosið sjálft að þetta hefur mjög róandi áhrif á mann þegar maður er að horfa á logana að koma svona upp í loftið í róleitunum, sko, þetta er svo að horfa á arineldin heima hjá sér. Stærsti arineldur í heimi? Já, stærsti arineldur í heimi. En komandi allra kjaramálunum, mér skilst að þetta sé krónutöluhækkun sem þeir ætla að fara fram á. Og maður er nú velt svona vöngum yfir þessum hluti, hvernig er best að gera þessa hluti. Ég veit ekki, er ekki bara rétt að við förum bara í krónutöluhækkun á línuna og allir fái sömu krónutöluhækkun. Það er engin munur á þessum sem við láglaun og hálaun. Þannig getum við minnkað launamismunin til þess að gerum þetta í, 5 ár? En þetta er náttúrulega svolítið svona, það er svona, þetta er eiginlega það sem hefur verið gert hérna svona síðustu 10 árin eða svo. Þú veist, það hefur náttúrulega öll áherslan hefur verið á lægstu launin og það krónutöluhækkunum hefur verið bætt, kannski einhverjum svona blandari leið samt. Þú veist, hækkanir sem aðrir hafa fengið hafa verið kannski launaskrið sem kemur oft ofan á kjarasamninga. En ég held að er það ekki svo að jöfnuður hér hefur aukist einmitt út af þessu, það hefur verið að þrýsta lægstu laununum upp. Jú, og þá heyrir maður að ég sá nú bara frétt daginn þar sem að voru áhyggjur af því að það væri ekki nægur ábati af menntun, það væri ekki nægur ábati af því að leggja á sig háskólanám á móti því að gera það ekki. Og þú veist, maður þarf einhvern veginn að hugsa það að það séu hvatar ennþá fyrir hendi, þú veist, þó að starfsánægin, sem ég veit að þú til dæmis færð, sé mikil út úr því að fá, þú veist, að hafa kannski meiri möguleika til þess að velja sér starf og svona framvegis, en ég held að það sé kannski því séu það svona, þú veist, þeir þættir sem að gæti verið erfitt að nálgast með eingöngu krónutöluhækkunum, mjög marga samninga í röð, að þá einhvern veginn, þú veist, þá fer kannski svona millitekjustigið að aðeins að kvarta. Það gæti gerst. Já, það hefur örgulega verið einhver kvarta. Nei, það er bara svona... Getum við þá náð sáttum það hér í þættunum að fólk færi að fara heim fyrir jólinn til Grindavíkur og þetta er að flatar krónutöluhækkanir samningunum. Ég ætla að fá, það er mikil press á ykkur núna eftir þennan spádóm Dóra DNA. Ég ætla að fá okkur til að spá fyrir frétt næstu viku sem er jólavikan mikla. Kannski byrja þér, Svanhildur, hvað mun gerast þá? Fólk heyrir fréttirnar fyrst hér. Já, sko, ég er alveg vonlaus í að spá hluti. Ég get eiginlega ekki giskað á hluti. Ég held að sé eitthvað að mér sem er þannig að, sko, ég get eiginlega ekki giskað á hluti, ég þarf að vita það. Okay. En ég er eiginlega viss það með hvernig staðan er núna. Nú ætlum ég að koma með mest óspennandi spá frétt sem að gæti komið upp í næstu viku. Hálkuslysum fjölgar. Ég held að það sé bara svona... Ég held að komum á slysadeild, það er svo flughált. Það verða viðtöl við yfirlækni bráðamóttökunar. Já, vegna úlnliðsbrota. Þorvaldur, þú verður eiginlega að toppa Dóra með einhverjum hætti því að hann, eins og ég sagði, hann skaut ykkur jarðfræðingunum svolítið aftur fyrir sig. Já, ég ætla bara að segja að það verði ekki eitthvað í næstu viku. Ég ætlaði reyndar að segja það en þá mér bent á það heima hjá mér að það væri ekki frétt. Okay, og en ef nú landris komið aftur á stað og ef það rís á með sama hraða og það gerði eftir 10. Nóvember þá gætu við þegar nýjárið klukka sig inn, þá gætu við fengið eldgos. Við skulum vona að þú sért samspár með fyrir spádóminn og að hitt frestið sem lengst. Já, það vonum við líka, sko. En ég þakka ykkur báðum kærlega fyrir komuna, Svanhildur Hólm Valsdóttir og Þorvaldur Þórðarson. Ég óska ykkur líka gleðilegra jóla og farsældar á nýja ári. Takk fyrir, sömuleiðis. Já, bara gleðileg jól og takk fyrir mig. Sömuleiðis. Eftir örskamma stund þá verða þeir hjá mér hér í settinu Sigmar Vilhjálmsson og Gunnar Smári Egilsson. Fylgist þið með. Toyota BZ4X er nýr 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst.
Toyota. Amma sagði mér alltaf að peningar væru afl þeirra hlutar sem gera skal. Það sama úr hvað áttu kemur. Það finna allir fyrir þessar verðbólgu og háa vaxtastigi. Og það hundleiðilegt að fylgjast með umræðarsindum. Eins og maður þurfa að vera einhver Nóbels hagfræðingur til að átta sig á samhenginu. En stærsta kjarabóti fyrir mig kemur með minni verðbólgu og lægri vöxtum með þetta. Við erum öll í sama liði. Verum samtaka aukna hagsæld. Ég kom út gluggann inn í nóttina þar sem jólin bíða þín. Húsasmiðjan og Blómavall. Komið þið sæl og blessuð aftur á vettvangi spursmála. Hér eru komnir tveir góði gestir til okkar. Þeir Sigmar Vilhjálmsson sem formaður atvinnufélagsins og Gunnar Smári Egilsson sem talsmaður sósíalista. Þeir eru held ég í grundvallaratriðum ósammála margt sem að tengist vinnumarkaðnum en við ætlum að rekja þeim garnirnar hérna næstu mínúturnar, ekki síst í ljósi nýjustu vendinga þar sem að formaður Eflingar hefur eiginlega stigið fram fyrir skjöldu og lýst því yfir að hún ætla að mynda breiða sátt á vinnumarkaði. Komið þið sælir báðu tveir. Rétt í aðdraganda jóla. Já. Byrja á þér Sigmar, þú hefur nú komið hingað til okkar á vettvangi dagmála og við höfum rætt við þig áður stöðun á vinnumarkaði og þú hefur verið gagnrýninn á það hvernig við höfum haldið á þessum málum. Þú hefur væntanlega ekki verið sammála Sólveigu Önnu sem að mætti hér í setti fyrir 2 vikum og sagði að 48,2% launahækkanir frá 2019 séu hóflegar. Nei, sko þú veist, ég reyna að horfa á þetta út frá bara félagsmönnum mínum sem eru lítil og meðalstór fyrirtæki. Og kannski komandi einhverjum á óvart að þá á mörguleyti stöndum við alveg nær málstað verkfræðishreyfingarnar en menn vilja kannski meina því að lítil og meðalstór fyrirtæki í þessu Íslandi sem eru hryggjarstykki atvinnulífsins. Við erum bara mjög háð kaupmætti almenna vinnufólksins. Ef að verslun ætlar að selja lampa þá það almennur launþegi sem þarf að kaupa lampan og til þess að hann geti keypt lampan þarf að vera einhver afgangur í buddunni eftir bara skyldu útgjöld. Og það það sem við sjáum að þrengja að fólki og heimilum í landinu. Það bara minna eftir í buddunni og einhvern veginn þarf að reyna að laga þessa stöðu og það sem við segjum sem kannski stangast svolítið á við stefnu til að mynda SA það að við teljum bara að þetta sé þríhliða samtal. Hið opinbera þarf að stíga inn í þetta og þeir hafa einhvern veginn náð að hengja þessi mál bara á Seðlabankann og aðri lífsins. Þið hefur verið gagnrýnin á kjarasamningar. Þið vil meina að kjarasamningar sem eru í gildi núna séu hálfgerð hengingaról á starfsemi margra smærri fyrirtækja. Já, og það bara margt sem hangir inn í svona kjarasamningum sem að liggja bara hlutfallslega þyngra á litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Og má það nefna til að mynda tryggingagjaldið. Lítil og meðalstór fyrirtæki eru iðulega með hærra launahlutfall en stærri fyrirtæki. Og tryggingagjald fylgir öllum launþegum sem að fyrirtækin eru með í vinnu. Og það að kalla þetta gjald náttúrulega bara rangt, þetta bara skattur, ekkert annað skattur. Því ætlað að fara í undirstöður samfélagsins eins og vinnueftirlit og fæðingarorlofssjóð og atvinnubótalánasjóð og svo framvegis. Og það algjörlega út í hött að það sé eingöngu kostað þeim sem að skapa atvinnu en ekki bara fyrirtækjunum öllum sem eiga sína samfélagslega ábyrgð. Þannig að okkar tillaga að þetta sé bara hlutfallslegt gjald af veltu fyrirtækja en ekki bundið við launamenn. Og það svona nokkrir hlutir og þetta eru kannski hlutir sem að mögulega SA mun ekki beita sig fyrir. Þess vegna teljum við þörf á atvinnufélaginu og valdefla það. Það bara komið í ljós hér bara strax á fyrstu mínútu þáttarins að þeir eru bara í grundvallaratriðum sammála þetta allt? Ég myndi ekki segja það. Ég get ekki undir margt þessu. Ég held að sósíalistar hafi lagt til að breyta skattaumhverfi fyrirtækja til þess að styrkja stöðu lítill og meðalstóra fyrirtækja. Horn SA hefur verið alltaf á svona allra stærstu eigendur, allra stærstu fyrirtækjana. Við höfum bent á að það eru víða umræður að skattleggja stærð og þannig að þessi veltuskattar sem hann að leggja til að koma í staðinn fyrir tryggingagjaldið sem náttúrulega bara skattlagning á launafólk eða það atvinnugreinar þar sem að starfsfólk flest
að það sé sem sagt sjónarmið sem að ýtir undir hag allra stærstu eiganda, allra stærstu fyrirtækjana en ekki minni fyrirtækja og þar með minni grósku í samfélaginu. Að það er líklegra að störf verði til hjá litlu fyrirtækjum, að fólk bara nenni ekki að vinna hjá stóru fyrirtækjum og stofni sitt eigið, að það verði að vera eitthvað svona hvati til einhverja nýsköpunar í atvinnulífinu. En viljið þið refsa þá þeim fyrirtækjum sem að ná að vera stór? Láta þau... Nei, þetta er ekki refsing, þetta er bara að það fylgir í stærð og við þekkjum náttúrulega manna best Íslendingar að stærð veldur sko að markaðsráðandi staða, eða markaðsstærð er eigur hag fyrirtækjana og sjálfsagt að skattleggja það. Þú mátt líka snúið svo bara öfugt að það sé þá stuðningur við smærri fyrirtæki og nýrri fyrirtæki. Því að við vitum það að þar verða störfin til. Stærri fyrirtæki sem hafa náð markaðsráðandi stöðu eða spila með öðru fyrirtækjum í einhverju fákeppnisstöðu eins og hér á næstu í öllum mörkuðum. Þeirra markmið er ekki endilega sko að bæta þjónustu að lækka verð eða slíkt, þetta fara þau hægt og bítandi í það bara skera niður kostnað, fækka störfum, vélvæða frystihúsin og við getum tekið svona endalaust dæmi. Það er nú væntanlega ekki neikvætt að menn vélvæði og sjálfvirkni. Jú, það er spurning hvort að róbótarnir eru ekki að halda áfram að borga tryggingagjaldið. Það er kannski ekki eðlilegt að þeir spari að sko sparnaðurinn við vélvæðinguna fari öll til eigandana. Það er kannski sjálfsagt að eitthvað gangi til samfélagsins á sama tíma. En segðu mér eitt, Sigmar, þú hefur meðal annars verið gagnrýninn á kjarasamningar og hvernig þeir eru uppbyggðir. Þið hafi verið gagnrýninn á það að atvinnulífið eða forsvarsmenn þeirra hafi ekki tekið tillit til þess í samningaviðræðum það að laun eða íhlaupa fólks í verslun og veitingahúsum sé jafn hátt og þar sem að íhlaupa fólkið er á yfirvinnutaksta meira og minna allan sinn vinnutíma en ekki fastráðna fólkið. Já, sko, í grunninn er þetta bara þannig. Atvinnulíf heimsins hefur bara breyst. Allt í atvinnulífinu hefur breyst. Stærsta matvöruverslun í heimi, hún er ekki með eina verslun, hún er á netinu. Stærsta símafyrirtæki í heimi er ekki með eina símstöð, er á netinu. Það verður allt breyst nema fyrirkomulag kjarasamninga. Og einnig hefur allt breyst á Íslandi. Stærsta atvinnugrein á Íslandi í dag er ferðaþjónusta. Og ferðaþjónusta fer ekki fram milli 8 og 3 eða 8 og 4 og stytting vinnuvikunar leysir ekki þjónustu stig Íslendinga í ferðaþjónustu. Á sama tíma þá búum við taxta fyrirkomulag sem er eiginlega galið af því að þú ert með dagvinnutaxta og svo bætur við 33% eftir 6 á daginn og 45% helgar. Það er hvergi í heiminum að finna meiri mun á dagvinnu og svo helgarvinnu. Ætli þá að undanskilja sérsamning sem að Dressmann náði að gera við VR, þar sem að Dressmann fekk leyfi til þess að borga dagvinnu til 8 á kvöldin og dagvinnutaksta til 6 á laugardögum. Ég veit ekki hvernig menn fengu þann samning í gegn. Hversu langt er síðan að hann var gerð? Já, hann rann út síðustu áramót. Ég veit ekki hvort hann hefði verið endurnýjaður. En það er greinilega hægt að gera svona sérsamninga fyrirtæki út í bæ. En heilt yfir þá talaði ég fyrir því að það væri hægt að hækka dagvinnutaxtan án þess að hækka kvöld- og helgarálagið. Þannig að við minnkum þetta mikla bil. Því að ég sé ekkert réttlæti því að einstaklingur, segjum einstæð móðir sem engang getur unnið dagvinnu, sé að vinna 100 tíma á móti kannski námsmanni sem vinnur eingangum helgar þarf ekki að vinna nema 68 tíma fyrir sömu launaútkomu. Þetta finnst mér bara óréttlátt af því að það eru bara mjög margir sem að ekki færa því að vinna dagvinnu og vinna kvöld og helgar. Og mér finnst, og sama með þá sem eingangum geta unnið dagvinnu, að þarna sé ég möguleika á því að bæta kjör, ég myndi segja skjólstæðingar sósíalistaflokksins sem eiga kannski eins og hafa minnst og eru kannski í erfiðri stöðu í að vinna aukavinnu, hækka dagvinnutaxtan en halda aftur af hækkunum kvöld- og helgarvinnutaxtan. Hvernig hljómar þetta í eyrum ykkar Gunnar? Ég er ekki bara inn í þessu, hann verður bara að semja við komandi verkalýðsfélög sem hann er. Sem að síðan stoppa það, sem er svolítið magnað. Svolítið annað, þau börjar vel ekki sjá það að semja við neitt annan en SA. Og þá veltum maður fyrir sig, er þetta bara leikrit? Erum við stödd í einhverju svona farsa þar sem að þú ert vondikallinn og ég góðikallinn og í staðan fyrir að ræða skynsemi hvernig við viljum byggja betra samfélag, raunverulega. Þetta er ekki leikrit, sko. Þú ert að reyna að finna einhverja leið hvernig þú getur rekið þitt fyrirtæki en láglaunafólk er að finna einhverja leið hvernig það getur lifað út mánuðinn. Og það kemur að samningunum með það
að það var að tala svigrum og svona, það hefur bara ekkert svigrum á að taka á sig frekari kjaraskerðingar í þessu samfélagi sem við lifum. Það fær ekki, þú getur ekki lifað af fullri dagvinnu. En kaupmáttur þessara hópa hefur aukist og aukist mest í samfélaginu. Hann var bara svo lár fyrir. Já, en hann hefur aukist. Já, Er það ekki rétt? Hann hefur ekki undanfarið, ekki samkvæmt Hagstofunni. Það verið kaupmáttarrýrnun síðustu er ekki 5 ársfjórðunga. Já, en þar á undan jókst kaupmátturinn gríðarlega. Já, en það bara, við erum að koma núna að samningum, þar sem búið að vera kaupmáttarrýrnun í 5 ársfjórðunga. Þetta óveruleg kaupmáttarrýrnun miðað við þá aukningu í kaupmætti sem hefur orðið. Það eru kannanir sem sýna það að fólk sem á í basli, sem ekki að safna eða að ganga á eigin sparnað eða að safna skuldum, hlutfallið kannski fara úr 20% upp í 33%. Það er raunveruleikin þar sem við erum að koma að samningum. Sveigjanleiki fólks til að taka á sig frekari kjaraskerðingar, þó svo að Sigmar og fleiri eigi erfiðleikum með sinn rekstur í fyrirtækjum, þá bara svigrúmið hjá fólki á lægstu tekjunum ekkert til þess að taka á sig frekari skerðingar. Og þá kemur það sem ég tekið undir það sem að sagði í upphafi, að ef að við horfum kannski til Sviss, sem land sem kannski svipað við, rífið hærri landsframleiðsla í Sviss, það dýrt land, ívið dýrara heldur en Íslandi, þar eru við með lágmarkslaun sem eru 50% hærri ráðstofuna fés lágmarkslauna í Genf heldur en á Íslandi. Fannst þú kerri pikka ansi öflugt land í þessum samanburði Akkur berið okkur ekki samanburða við Möltu frekar eða við erum smáriki, við erum náttúrulega með gjaldmiðil sem alveg sér umræða hvort það eigi bara rétt á sér, ekki tekin alvarlega neinstaðar. Ég held að stóra málið þessu öllu saman það að þetta þríhliða umræða og hið opinbera hefur einhvern veginn náð að setja hausinn í sandinn í mjög mörgum stórum samfélagslegum málum, sérstaklega núna. Það alveg ljóst, það ekkert svigrúm til launahækkana og þið getið talað kaupmátt launa, það snýst ekki það, það snýst hvernig fólk kemst af. En ríkið ekki með 20 milljarða og þá kaupmáttur launa einn mælikvarði en það að mæta því. Þið opinbera getur mætt því, til dæmis með skattleysismörkum, þetta mæta því gegnum skatt. En ríkið ekki með halla alveg eins og mörg fyrirtækin. Já. Af hverju segir að ríkið eigi að koma það þarf líka kannski aðeins að taka til í ríkisrekstrinum og það nú eitthvað sem ég held að margir séu nú að kalla eftir, að menn taki þar aðeins til, því að það alveg út í hött líka að opinberi starfsmenn séu með hærri laun en almennu vinnumarkaður og það gerist 2019. Og þetta gerist á vakt Sjálfstæðisflokksins sem líka algjörlega galið. Þannig að ég held að það sé bara mjög margt sem þarf að taka til í ríkisrekstrinum og í íslenskum stjórnmálum, hreint út sagt. Og ég væri til í að sjá hið opinbera ganga fram fyrir skjöldu og sína fordæmi í því að fara að skera niður í sínum rekstri án þess að skerða hér framlög til heilbrigðiskerfis samgangna eða grunnskólans sem ég finnst steinar hvers samfélags. Þeir þurfa bara að koma inn og þeir eru með öll tromp á hendi þarna. Viltu að stjórnvöld komi inn og lækki skatta á þá lægslaunu til þess að koma í veg fyrir það ein aðgerð. Byrjum á því að taka tryggingagjaldið eins og ég að nefna hér og dreifa byrðinni þannig að öll fyrirtæki borgi jafn mikið til samfélagsins. Það það ekki. Í dag eru þeir sem eru með hátt launahlutfall sem borgar hlutfallslega meira til samfélagsins í gegnum þetta blessaða tryggingagjald. Viltu hafa það veltutengt fyrir? Að sjálfsögðu. Það á alltaf að vera veltutengt. Eins og sósíalistar á lagt til. Ef þú ert með, við getum vel verið sammála í einstaka pörtum, en ef þú ert með fyrirtæki sem hér að skapa gríðarlega fjármuni og að taka marga rísósa af samfélaginu, ekki með marga í launum, auðvitað eiga þeir að borga bara jafn mikið og hvert annað fyrirtæki til samfélagsins. Og ef þú grínir onni hvað tryggingagjaldið á að standa straum af, þá þetta bara hluti af okkar grunnkerfum. Þannig að mér finnst alveg út í hött að stórfyrirtæki sem hafa skorið niður í sinni, atvinnustarfsemi, þar að segja fækkað fólki. Ég ætla ekki að nefna neina nöfn, það eru mörg fyrirtæki sem hafa fækkað verulega fólki, bankarnir til að mynda. Hlutfallslega eru þeir að skila minna til samfélagsins núna en þeir gerðu áður, af því að það vantar þessar prósentur úr tryggingagjaldinu. Á móti kemur, það ekki mikið atvinnuleysi á Íslandi. Þetta ársferði verkalýðshreyfingarinnar í að búlja sig áfram með sín málefni. Við áttum okkur að því. En það skammgómur vermir að pissi skósinn. Við þurfum bara að horfa til lengri tíma og búa til plan
þar sem að þeir sem minnst hafa það gott, að því það er hægt, við getum það. Það er máli, við getum það og það er hagsmunamál lítilla og stóra fyrirtækja að þeir sem minnst hafa séu þó allavega færi að eiga í viðskiptum við lítil og meðalstór fyrirtæki. Hverjar þurfa launahækkanir að vera í kjarasamningunum núna í byrjun árs til þess að þessir hópar sem þú talar sem að eiga ekkert í nýs og skeið eða standa mjög tæft geti sæst á þá? Já, ég reyndi að taka dæmi af Sviss sem hefur held ég verið stjórnað af hægrimönnum lengi. Þar er sett lágmarkslaun vegna þess að það er ekki líðandi í samfélagi. Hér líka lágmarkslaun? Já, það er samið þau og þau eru miklu lægri. Þannig að það er ekki líðandi að... Er það ekki að þið gengi krónunar? Nei. Hversu miklu lægri það eru? Nei, þetta er bara svona. Og það er líka lágmarkslaun í Noregi, ég veit ekki líka dæmi það, þau eru svona 25% hærri heldur hér. En teknu tillit til verðlags. Hvað telur að þurfi að gera í samningum? Ég held að við höfum 2 valkosti, því að markmið hlýtur að vera að fólk geti lifað af launum sínum. Annars vegar getur farið svissnesku leiðina og hækka laun, ég held að þurfa að fara upp í svona 650.000 krónur úr 402.000 sem er lægst í textin. Lágmarkslaun. Hinn kosturinn, og þá vanalega er það þannig að verkalýðshreyfingin gerir þessar kröfur og fyrirtæki eigendur fara og segja við ráðum ekki við þetta að óbreyttu og þá fara þau til ríkisins og segja við verðum að breyta í kerfinu hérna einhvern veginn þannig að fólk geti lifað á launum sínum. Ef við þá fara skandinavísku leiðina, ef við þá að laga húsnæðiskerfi þannig að fólkið sem er verið að okra á í húsaleigu kom ekki til fyrirtækisins og segja ég verið að fá 650.000 krónur á mánuði til þess að geta að lifa af. Ef við þá ekki hemja kannski okrið á leigumarkaði, ef við ekki að byggja húsnæði fyrir þá sem er í húsnæðiseklu. Það er fyrst og fremst verið að byggja félagslegt húsnæði á Íslandi. Það er húsnæðisekla á Íslandi. Það er ekki deilt. Meiri segja, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir það að viðsemjendur þeirra hafi haft rétt fyrir sér. Það verður að gera eitthvað í húsnæðismálum að þau eru byrjað að finna það. Að þau get ekki svaraði, eða þau upplifa það, þau get ekki svaraði með launahækkunum það sem fólk þarf á að halda til þess að geta lifað af. Skattkerfið er annað dæmi, þar sem við getum dregið úr skattbyrði lágtekjufólks og aukið þá skattbyrði annarra og fyrirtækja. Hérna er verið að benda á annars konar innheimtu á tryggingagjaldinu. Ef það er veltutengdur skattur, þá er þetta hækka laun hjá Það er þetta mæta ákveðnum hækkunum. Þá segi ég hvaða hækkan eiga það að vera. Ég legg til dagvinnan er eitthvað sem við getum alveg hort til án þess að taka þetta álag sem er fáránlegt bil á milli. En eins og svo oft í stjórnmálum. Þú verður að taka allt. Það er ekki að cherry picka úr mismunandi hópum. Ef það er hækka upp í 650, við getum sagt það með einföldum hætti að ég held að sé almenn upplifun Íslendinga við eigum að lifa svona við svipar aðstæður og í nágrannalöndunum í Skandinavíu. Það þýðir það að við þurfum að efla barnabætur, húsnæðisstuðning. Hér hafa laun hækkað margfalt umfram það sem gerst hefur á hinum Norðurlöndunum síðustu árum. Að meðan við höfum hort upp á launahækkanir í Danmörku og Svíþjóð upp á 1-2-3%, að þá hefur við verið að keyra hér á 7, 8, 9, 10%. Það kann að vera að það sé ástæðan sem svo að veikleiki velferðarkerfisins sem við sjáum bæði í húsnæðiseglunni, ef við skoðum hverjir standa illa á Íslandi, það eru leigjendur, það eru einstæðir foreldrar, bendir til þess að barnabótasystemið okkar er ekki nógu gott. Og það eru öryrkjar. En húsnæðisverð í þessu löndu sem þú talar hvort sem það er Sviss eða Noregur, er alveg gríðarlega há? Nei, það er, þú veist... Ég held að menn sé að gleyma kannski að lána fórsöndur þessara landa eru alltaf í stað, sko. Þar erum við með kannski 30-40% á húsnæðismarkaðnum. Það kaupir engin húsnæði í Sviss, sko, þannig að það er ekki... Þar erum við með, 30 og 40 og í Sviss upp í 50% af húsnæðismarkaðnum en leigumarkaður, sem er regluvæddur og miklu ódýrar en hér. En mjög dýr leigumarkaður í Sviss. En má ég skjóta inn til að gleyma vaxtaskilyrðum? Launin er svo miklu hærri. Er það að gleyma vaxtaskilyrðum húsnæðislána? Er það að gleyma því? Það hefur náttúrulega heilmikið að segja. Þú segir að leigjendur hafi það verst. Ég held að mjög margir húsnæðiskaupendur í dag hafi það bara mjög slæmt sem er að lenda í því að hafa enga hvað sé veit ekki hvað er borg á næstu mánuðum. Þannig að ég held að, ef þú ert að cherrypicka mismunandi hluti, þá verðum við að taka alla hlutina inn í myndina. Ef við viljum fara norræna módelið. Sigmar, ég held að við verðum að tala fólkið á næstu römmum, kannski svona þriðjungi sem hefur það verst. Langstærsti hluti hans er á leigumarkaði vegna þess að hann fær ekki greiðslumat. Hann getur ekki farið inn á að geta sér húsnæði. Ég er ekki þar með að segja að þeir sem er að fá hækkun á húsnæðis láninu sínu, að þeir sé ekki lendi í vandræðum. Ég held að við verðum að tala hvernig við ættum að leysa það, að fólk geti lifað
á lægstu launum við fulla vinnu. Það hlýtur að vera markmið samfélagsins ef þú ert í fullri vinnu að þú getur lifað af því að þú getur gefið börnunum jólagjafir, að þú getur farið í læknis. Nú ætla ég að hleypa Sigmar að Gunnar nefnir að lágmarkslaun þurfa að vera 650.000 í óbreyttu kerfi til þess að fólk geti lifað á því með mannsæmandi hætti. Hvað áhrif myndi það hafa á atvinnulífið, lítil og meðalstór fyrirtæki sem þú talar fyrir ef að ráðist yrði í slíkar hækkanir? Já, ég held að sé bara óvarlegt að vera að ræða í einhverjum svona tölum af því að það er ekki óvarlegt. Þetta snýst alltaf það bara hvað getur þú gert fyrir peningið, sko. Það er að vera 1 króna ef þú getur keypt einbýlishús fyrir 2, sko. Ef að menn myndu hækka laun í núverandi kerfi upp í 650.000, hvað áhrif myndi það hafa á verslun og viðskipti veitingahús Það kallar auðvitað að óbreyttu á vöruverðshækkanir og það bara ýtir undir verðbólgu og það er ekki lausn í málinu. Það er ekki lausn í málinu að hækka laun í dag, því miður, það er það bara ekki. Þú kemst ekki hjá því að fólk verður að geta lifa af launum sinni. Já, þar erum við hjartalega sammála og enda sagði ég á þann, það er hagsmunamál fyrirtækja að fólk hafi afgang til ráðstöfunar eftir skyldu útlag sem húsnæði, hiti, rafmagn, matur. Þú ert að ríkið leysi þetta. Það millifærslukerfi. Getur ekki annað að lista þetta. Ríkið hefur ekki fjármunum til þess. Ríkið er bara rekið með bullandi halla. Nei, sko, það er að því að ríkið er kannski ekki alltaf vel rekið, sko. Menn eru kannski að setja peningar í aðra hluti. Ríkið er rekið með verulegum halla. Ríkið er ekki í aðstöðu til þess að fara í þessar millifærslur að óbreyttu nema menn ráðist þá í algjöra uppstokkun á bara samfélagsgerðinni. Ég held að ríkið þurfi bara að gera það sem að lítil og mittelstór fyrirtæki gera á ársfjórðungslega, það er að fara yfir í annan kostnað hjá sér, reyna að spara, reyna að láta móti sér ýmsa hluti sem er voðalega næs að hafa og gott að hafa. Það er hægt að taka fullt til í ríkisrekstunum og bara svo staðreynd sem ég benti á áðan að laun opinberra starfsmanna sé komin yfir almenna vinnumarkað hlýtur að segja þér að menn hafa farið offarir í að ráða til sín fólk óháð því hvað er að gerast á hennum almenna vinnumarkaði. Þar liggur óábyrg stjórn hins opinberra og við erum algjörlega í 2 og jafnvel 3 ef hann vill blanda því inn en það er bara 2 samfélög í gangi hérna. Það eru þeir sem eru opinberir starfsmenn og búa við það að geta búa bara við ansi mikið öryggi og svo ertu með almenna vinnumarkað og venjulega eins og þetta var í gamla daga þegar pabbi minn var hér kennari og skólastjóri þá valda það að vera ríkisstarfsmaður því það var ákveð öryggi fram í ellina og ákveð svona trygging fyrir því að þú fékkst launin þín á réttum tíma. Sætti því þar að leiðandi kannski við lægri launin á almenna vinnumarkað. Nú er þetta bara komið með alla blúsana. Það er bara orðið drauma staða að fá að vera sendi hér í Washington eða fá að vera opinber starfsmaður. Það er aðeins búið að breyta lífeyriskerfinu á móti þannig að því sé allir til að hafa en Gunnar. En varðandi 2 heima að því að vera að tala hér lítil fyrirtæki, veitingahús og annað slíkt sem eflaust mörg eru bara að berjast í bakkum. Þú hefur komið að veitingarekstri? Ég komið að veitingarekstri. Er það ekki? Jú, ég var komað að reka bíslæði í gamla dag. Það sem að Hósiló er í dag? Já, frægur staður. Já, ég er bara ótrúlegt að þú skulur muna það. Já, ég man allt. Ég held að það verið fættur þá. En það eru stór fyrirtæki líka og við vorum að tala að stefna þess að miðast við hagsmuni allra stærstu eigandana og allra stærstu fyrirtækjunum. Ef við tökum til dæmis stóriðjuna í fyrra, ég held að hún hafi verið að skilja, 4 stærstu fyrirtækin hafi verið að skilja eitthvað nálægt 90 milljörðum í hreinan hagnað, sko. Þeir eru búið að borga allt annað og búið að borga alla skatta, þá situr bara eftir 90 milljarðar, þetta er bara... Hversu stór fyrirtækin skiptir það ekki máli? Hversu mikil er hagnaður Apple á ári hverju? Apple er ekki íslenskt fyrirtæki. Nei, ég er að segja. Nú er það fallið þessa grifju. Það er verið að tala lægstu 1% og efstu 1%. Það er aldrei verið að tala stærsta hluta í samfélagsins sem millistétta fólk og það er verið að tala í lítil og meðalstór fyrirtæki. Ég er að tala að það er ekki... Menn eru alltaf að metast í sikkoru horninu í báðum ígjunum. Stóru fyrirtækin er ekki að berjast í bakkum. Þetta eru stóriðan. Ef við tökum bankana þá er það ekki 80 milljarðar í fyrra. Ef við tökum 4 stærstu sjávarútvegskeðjurnar, ég held að séu 67 milljarðar í fyrra. Ég meina stóru fyrirtækin sem að SA hefur verið að gæta hagsmuna og því miður sem að ríkisstjórnin og stjórnvöld sinna líka við að gæta þeirra hagsmuna, að þau hafa það bara helviti gott.
En þessi fyrirtæki eru auðvitað ekki að skila miklum raunhagnaði þegar verðbólgan er 10%, eins og bankarnir. Ég meina, við erum að horfa upp á arðsemi á Eyjafirði og þetta er bara frekar slappt í öllum samanburði við samanburðaríkin sem að þú nefnir, Noreg, Sviss. Bara hagnaður sem kemur út úr þessu, út úr íslensku samfélagi, sem endar, bankarnir eru að taka kannski 2 krónur af hverjum 100 í hreinan hagnað út úr kerfinu. 2 af 100 mikið? Já, ég held að engin þjóð myndi sætta sig við það. Það gerðist einu sinni að þetta fór yfir 1% í Noregi. Finnst þið 2 krónur af 100 mikið? Það var auka fundur í Stórþinginu og bankarnir voru kallaði fyrir til að lofa því að gera þetta aldrei aftur. Ef þetta myndi gerast í Bandaríkjunum á Wall Street tæki 2% af landsframleiðslu Bandaríkjana sem hreinan hagnað, það yrði slegist á götunum þar. Það er engin þjóð sem sætti sig við þetta vaxta okkur sem er á Íslandi. Engin. Ég hef svo sem engu við þetta bæta, en menn verða átt að segja á því, ef við hækkum hér laun, segjum 1000 kall, þá tekur hið opinbera 40% af því að meðaltali. Ríkiskassin og tekjur ríkisins aukast með hverjum 1000 kalli sem laun hækka. Úr hvaða vasa kemur það? Það kemur úr millistéttinni, þeir sem munu eiga í viðskiptum. Í lógdags tekur ríkið þetta miklu meira í gegnum virðisaukaskatt. Miklu meira og svo bætur hún á tryggingagjaldið og annað. Þannig að þegar þú segir ef ríkið er ekki með halla, þá þarf náttúrulega bara að horfa á ríkisreksturinn. Og ég held að þetta sé bleikifillinn. Já, við erum búin að ræða það, en ég reyna að átta mig á því hvað gerist í samningunum núna framundan. Gunnar, hefur þú trúað því að ef að menn fara í svona hækkanir eins og þú nefnir, en að það mun hleypa upp stærstum hluta af þessu litlu og meðalstóru fyrirtæki? Þetta er bara flókið staða. Ég held að sé ekki meiri hluta vilji meðal almennings það að fólk lifi ekki á launum sínum hérna. Það er allir saman það að fólk eigi að lifa á launum. En menn að velta fyrir sér hvaða leiðir eigi að fara í því. Þú nefnir 650.000. Ég held að séu margir fyrirtækjaeigendur, ekki síst í veitingarekstri og í ferðaþjónustu, sem að horfa á þessa tölu og segja, við getum lokað búlunni ef að Gunnar er verið rósinni. Það má vel vera það ég við litlu fyrirtækin. Ég var að benda á nokkuð stór fyrirtæki þar sem þetta á ekki við. Það geta bara vel borgað þetta. En vandinn okkar í dag er sá að til þess að leysa hennar hnút, og líklega er þetta svona nálægt í að vera með þumalputa, stærðin sem að þarf að leysa, að þá þarf ríkið að koma inn. En þá mæti ríkið til leiks, annars vegar sem er búið að vera að reka ríkissjóð með halla í góðæri og verðbólgu sem er algjörlega glórulaust. Það mæti þannig til leiks. En þetta kemur til út af COVID, þar sem að menn fóru ofari að dæla peningum út í kerfið. COVID er löngu búið. Það var verið að afgreiða fjárlög á næsta ári með 54 milljarða halla. Já, en þetta er nú ekki síst vaxtakostnaður í kjölfar þess að menn tóku gríðarlega fjármuna láni út af COVID. Áhrif COVID á efnahagslífið er löngu búið. Nei, þau eru ennþá inni í gegnum vaxtakostnaðinn. Já, þú meinar að menn hafi búið til skuldirnar og aldrei ætla að borga það tilbaka? Jú, þeir ætla að borga það, en þú þarft að borga skuldirnar tilbaka. Ríki kemur, með búið að reka ríkissjóð með halla í COVID og mörg ár, mætið til leiks, og með ríkisstjórn sem getur ekki komið sér saman eitt eða neitt. Þetta er vandamálið í komandi kjarnasamningum. Svigrúmið sem að þú vilt draga upp hvort að fyrirtækin hafi svigrúm til að hækka laun, svigrúm láglaunafólks til þess að taka á sig frekari kjarasamningar er löngu búið og það ríki verður að stíga þar inn og breyta. Ég talaði mikið við En þú talar um ríkisstjórnina, þessar 3 flokkar sem þú segir að geta ekki komin einu til eðar. Hefur einhverjum trú á því að það sé hægt að koma þá samningum á í janúar næstkomandi, sem er bara eftir örfá daga, eins og Sólveig Anna Jónsdóttir, samflokksmaður þinn, er að halda fram? Ég ætla að leiðrétta þess að þú sagðir að Sólveig Anna væri eitthvað, það var nú bara í fréttunum núna að það er Sólveig Anna, Efling, VR og SGS. Hún hefur komið fram og hún hefur tekið forystu í þessu máli, þannig að ég er að nefna Sólveig Anna í því sambandi. Ég er bara að benda á að þessi hópar, Efling, SGS, Starfsgreinasambandið og VR, þetta er bara lungin úr 93%. Já, eru að óska eftir viðræðum sameiginlega. En spurningin þessi, hefur þú trú á því með þessa ríkisstjórn við völd að það sé hægt að berja saman þessa samninga áður en að hinnir líða undir lok? Nei, þetta er svipuð staða við höfum í Úkraínu og Gaza. Við sjáum enga lausn á friði, en við verðum að ná friði. Er þetta ekki dálítið langt gengið? Nei, þetta er bara í Gaza, ég meina þú sér bara enga lausn á friði, en það er sama með þessu, við getum stillt þessu upp, það er bara þarfir láglaunafólks,
til þess að geta lifað af launum sínum, getuleysi ríkisstjórnarinnar og vangeta smárra fyrirtæki til að svara þeim launahækkunum sem það þarf að svara. Þetta bara óleysanlegt vandamál og verður ekki leyst nema ríki komi og komi inn á einhverjum sterkum hætti. Ég get ekki séð það fyrir, ég get ekki spáði fyrir að þessi ríkisstjórn allt í einu bara lægist og sjáu að sér og mæti ábyrgð til samninga. Ég sé það ekki fyrir. Við verðum hins vegar að finna það. Veikur maður verður heill, getur orðið það. Ég vil skjóta þess inn. Af því að við erum að tala að ríkið sé ekki með tapi. Það eru óskatlaðir stofnar að núti sem að ég ekki að búa skattahækkanir en það að jafna leikinn. Það að lækka hér tryggingagjaldið, það að dreifa því þvert yfir fyrirtækjalínuna, tekið það veltutengt og niðurstaða verður líklega hærri skattheimtu fyrir ríkið en meira svigrúm fyrir hryggjast ekki atvinnulífsins sem lítil og meðalstór fyrirtæki til að mæta mögulega launahækkunum á dagvinnutaksta. Þú nefnir þetta aftur, þú klókur sem að hamra á þessu, en segðu mér, hefur þú trú á því að verkalýðsforystan eins og hún sett saman núna, að atvinnurekendurnir eins og sú fylking samsett núna og þessi þau sem að ríkisstjórnin að þau geti komið sér saman og tjasla saman samningi hér í tíma? Ég hef ekki mikla trú á því núna. Ég held að við séum að fara inn í mjög kaldan vetur ofan í allt annað sem í gangi. Þetta bara frekar skeri ef ég má sletta. Og og ég ætla bara að segja það líka að og þar erum við líka sammála. Mér finnst þessi ríkisstjórn hafa einkennst af ákveðnu svona hugleysi í að takast á við málin, hreint og beint. Þetta einhvern veginn, það hangi saman á einhverjum að ég með mitt og þú ert með þitt og hver gerir sitt og reynum að klára þetta fram að næstu kosningum. Og það bara mjög alvarleg staða. Þau þurfa að taka til í þessu rekstri og þau þurfa að mæta með lausnir á borðið. Það huggun harmi gegn að sjá að þið eru báðir komin í jólaskap og svona kátur og hressir. Ég þakka ykkur báðum fyrir komin að ræða þessi mikilvægu mál og við munum fylgjast náið með framþróun þeirra hér inn á nýja árið. Sigmar Vilhjálmsson, Gunnar Smári Egilsson, gleðileg jól báðu tveir. Gleðileg jól. Þá ekki meira á vettvangi spursmála fram að jólaháttíðinni. Við hringjum jólin inn eftir tæpa 2 sólarhringa en við sjáum svo hér að nýju á milli jól og nýjárs og ætlum þá að spá í spilin og aðeins að skiknast inn í framtíðina árið 2024. Gleðileg jól.